Kæru kollegar og aðrir gestir, velkomin á uppskeruhátíð okkar blaðamanna þar sem við verðlaunum það sem vel gert á sviði blaðamennsku. Það ekki síst á tímum sem núna, þegar blaðamennska og fjölmiðlar eiga undir högg að sækja, sem það dýrmætt að staldra við og benda á það sem vel gert í okkar fagi. Því þrátt fyrir það hver blaðamenn í raun fáir hér á landi og fréttamiðlar mættu gjarnan vera fleiri og hafa jafnvel bara alveg til dagsins í dag verið fleiri, þá erum við að vinna alveg hreint ótrúlega flotta blaðamennsku. Eins og sést á öllum þessum framúrskarandi tilnefningum sem fá viðurkenningu hér í dag og þeim fjölmörgu innsendu tillögum sem margar hverjar voru líka til marks frábæra blaðamennsku. En ég verð að fá að nýta þetta tækifæri til þess að minna á hvers vegna við erum að þessu. Við erum svo sannilega ekki í blaðamennsku fyrir launin eða vegna þess að við ákveðum að velja þægilega innivinnu. Því blaðamennska hark og hún alls ekki auðveld, getur verið gríðarlega krefjandi á köflum eins og þið þekkið og við þekkjum það öll. En við völdum okkur þetta starf eða það valdi okkur vegna þess að við vitum hvað blaðamennska skiptir miklu máli. Við vitum að hlutverk okkar blaðamanna að veita almenningi nauðsynlegar upplýsingar svo hann geti tekið upplýstar lýðræðislegar ákvarðanir. Við vitum að blaðamennska veitir valdhöfum aðhald, setur mál í samhengi og lýsir samfélaginu. Og við vitum líka að fjölmiðlar og fréttamiðlar sérstaklega þjónusta almenning með því að veita þetta aðhald með vandaðri blaðamennsku. Eitt af þeim verkefnum sem Blaðamannafélagið hefur lagt áherslu á undanfarin misseri að efla skilning almennings og valdhafa á mikilvægi blaðamennsku. Það vinna sem heldur áfram og hættir örugglega aldrei og mikilvægt að þið öll takið þátt í. Því ef við tölum ekki sjálf mikilvægi blaðamennsku og mikilvægi öflugra frjálsra fjölmiðla, þá gerir það enginn. Því að við vitum það að blaðamennska hefur aldrei verið mikilvægari. En það var einmitt viðfangsefni svokallaðs lausnamóts sem fór fram í þessum sal og var bara klárast eins og þið sjáið. Það afrakstur þessara hluta til hérna ennþá upp á vegg. Við fengum 70 manns héðan og þaðan úr samfélaginu og stofnunum þess til þess að koma saman og ræða þær áskoranir sem blasa við en fyrst og fremst komið tillögur að lausnum. Þess vegna kölluðum við þetta lausnamót. Og það óhætt að segja að mjög margt áhugavert hafi komið út úr þeirri vinnu og meira segja fullt af hugmyndum sem okkur hefði aldrei dottið í hug sjálf og það var einmitt það sem við vorum að vonast eftir. Að með því að fá sem ólíkasta hóp fólks að borðinu gætu við bætt við í þann banka sem að við erum þegar að safna í að lausnum. Og við vorum svo þakklátt fyrir að ráðherra fjölmiðla kom og hérna enn og hlustaði á niðurstöður hópana og kom sjálfur með loforðum að hann ætlar að standa með okkur, hann ætlar að standa með fjölmiðlum og við treystum því að með honum, að með stjórnvöldum getum við unnið að öflugri fjölmiðlastefnu og innleitt þær aðgerðir sem hægt að fara í til þess að efla blaðamennsku og fjölmiðla hér á landi. En nú það einmitt verkefni okkar á félaginu að tryggja að það verið gert og ég heiti því að ég mun leggja mig fram við að ganga eftir því að það verið klárað. En að verðlaunum kvöldsins, mér langar að segja ykkur í örstuttu máli frá gripnum sem verðlaunahafar frá og ástæðan fyrir því að ég að segja ykkur frá þessu var vegna þess að Golli fór og heimsækti snillingana í málsmiðjunni Hellu í Hafnarfirði sem sér að búa til þennan flotta grip fyrir félagið. En fyrir rúmlega 20 árum þegar blaðamannaverðlaun voru fyrst afhent, fór Róbert Marsa sem var þáverandi formaður blaðamannafélagsins og hitti
hönnuðina og handverksmennina þarna í málsmiðjunni og Brynhildur Ólafsdóttir blaðamaður og sem hérna reyndar í verðlaunanefnd komist eitthvað að því líka, hafði mikla skoðanir að því hvernig þetta ætti að líta út og það var bara eins gott að því að hann er svo fallegu gripurinn að hlýtur að hafa verið til bóta. En þetta er ekkert einhver gripur sem er hægt að panta úr bæklingi. Hver og einn gripur er handunnin. Hann er steyptur í þrennu lagi, plattin, áttavitin og pennin. Og það eru útbúnar svo kallar prentklísjur með nöfnum vinningshafa þegar þau hafa verið, verðlaunin hafa verið valin eða verðlaunahafar hafa verið valdir og þá er gert mót fyrir plattan, svo tekur við einhvers konar bras með sand því öll 3 stykkin sem mynda hvert grip þarf að móta í sandin. Svo er 1200 gráða heitum kopar hellt í sandmótin og verðlaunagripnir sandsteyptir. Þetta er níðþungur gripur. Aðferðin er eldgömul málmsteypu aðferð og svo sama notum við að steypa klassískar pönnukökupönnur. Þið þekki hana náttúrulega, þá aðferð, en nema að nú er notað kopar en ekki ál. En þegar kopaskiptykkin hafi verið steypt, þá er að saga, slípa vandlega og setja saman, áttavitin er skrúað niður á plattan og penni síðan soðin á gripin. Ég hvet ykkur öll til að skoða þessa gripi hérna eftir þegar þeir hafa verið afhendir. Og eftir það er hver gripur sandblásinn, hitaður í ofni og litaður svo hann líti sem best út. En þá fer stóra stundin að renna upp og mig langar að biðja formann dómnefndar blaðamannaverðlaunanna að taka nú við. Sunna Kristín Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Hæ og gaman að sjá ykkur öllsömul og ánægilegt að taka þátt í þessum viðburði með ykkur öllum. Eins og formaðurinn okkar kom inn á að þá eru blaðamannaverðlaunin mikilvæg. Það er mikilvægt að þessi stétt eigi fagverðlaun eins og þessi, þar sem að við erum að lyfta upp því sem vel er gert í íslenskri blaðamennsku með fagmennsku og gæði að leiðarljósi. Í ár er sama fólk í dómnefndinni og var í henni í fyrra. Með mér eru áðurnefnd Brynhildur Ólafsdóttir, hönnuður gripsins, greinilega, ég vissi það ekki, veru hönnuður í hjáverkum. Helga Arnardóttir, Jóhann Óli Eðsson og Pálmi Jónasson. Og nú, eins og áður, þá gættum við dómnefndarmenn af hlutlægni í hvívetna í okkar störfum. Nefndinni bárust hátt í 200 tilnefningar í ár í gegnum opið form á heimasíðu Blaðamannafélagsins. Það er held ég bara nokkuð svipað og undanfarin ár. Þetta hafa verið í gegnum 150-200 tilnefningar á ári og mikil vinna að fara í gegnum þetta allt auðvitað, en ótrúlega skemmtilegt og mjög gefandi. Og þegar við fórum að rifja upp fréttaárið 2024, af því maður gleymir öllu jafnóðum, að þá sáum við það að árið í fyrra var öðru fremur viðbragðsár. Það voru þetta nokkur eldgos eins og hinn árin á undan reyndar. Allir konum með nóg að þeim gerir ráð fyrir. En svo voru líka 2 kosningar sem að ritstjórar og fréttastjórar höfðu kannski ekki alveg gert ráð fyrir í budgeti ársins. Þannig að það getur ýmislegt óvænt komið upp á vaktinni eins og þið þekkið. En þrátt fyrir það að þá taka íslenskir blaðamenn mjög fjölbreytt efni til umfjöllunar, þótt að alls konar geti gerst. Og ég held að það endurspeglist ágætlega í tilnefningum ársins og mér langar bara að þið takið smá moment til að bara minna ykkur á það, tilnefndir og öll þið hinn í stéttinni og leyfi ykkur bara að vera svolítið montinn og stolt af ykkur sjálfu.
En þá máluna, verðlaunaafhendingunni sjálfri. Ég ætla aðeins að útskýra hvernig við ætlum að gera þetta. Það verður lesin upp í hverjum flokki hver tilnefndur. Viðkomandi lesin upp, hann kemur hingað, fær klapp og blóm og viðurkenningaskjal. Svo rökstuðningur dómnefndar fyrir tilnefningunni lesin upp og svona gengur þetta koll af kolli. Síðan sigurvegarinn í þeim flokki tilkynntur og ef hann vill eða hún vill eða þau vilja halda ræðu sem við byrjuðum á í fyrra og mér finnst mjög skemmtilegt. Þannig ég hvet ykkur til að taka til máls sigurvegarar. En við byrjum á rannsóknarblaðamennsku ársins og ég býð Pálma Jónasson velkomin í pontu. Já, ég ætla ekki að halda neina ræðu, heldur vinda mig beint í það sem að þeir eru komin hingað til þess að fá úr skorið og ég ætla að byrja á að fá hérna upp í pontu Jóhann Bjarnar Kolbeinsson og Árna Þór Theódórsson RÚV fyrir umfjöllun unga fatlaða einstaklinga sem vistaðir eru á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða. Og rökstuðningurinn svohljóðandi. Dregið fram hvernig brotið á mannréttindum þessa stóra hóps. Fólk til dæmis skilið eftir einangrað og afskiptalaust á herbergjum sínum jafnvel í lengri tíma. Umfjöllunin veitti einstæða innsýn í veruleika jaðarsetta einstaklinga og afhjúpaði kerfislæga vanrækslu auk þess að vekja upp umræðu og kröfur bætt búsetuúrræði og mannsæmandi þjónustu fyrir þennan hóp. Og við ætlum að bæta við hér upp á svið Sunna Ósk Logadóttir og Bjartmar Oddur Þeyr Alexandersson á heimildinni fyrir fréttaskýringar Running Tide. Og rökstuðningurinn svohljóðandi. Áhrifamikil umfjöllun sem afhjúpaði skýjaborgir fyrirtækisins Running Tide sem seldi vanhugsaðar lausnir á loftslagsvandanum. Rætt var við fjölda vísindamanna sem gaggríndu vinnubrögð fyrirtækisins og þá var fjölmargra gagna aflað við rannsóknina sem vörpuðu ljósi á hvernig bæði stjórnvöld og eftirlitsstofnanir brugðust hlutverki sínu varðandi starfsemi Running Tide. Fyrirtækið hætti starfsemi sinni bæði á Íslandi og í Bandaríkjunum það leyti sem umfjöllun heimildarinnar birtist. Og síðast en ekki síst, Urður Örlygsdóttir og Arnar Þórisson RÚV fyrir umfjöllun mansal og matsölustöðum Kwangli. Og rökstuðningurinn svohljóðandi. Rannsókn Kveiks fletti ofan af umfangsmikilli misnotkun og misrétti á víetnamskum veitingastöðum á Íslandi í eigu Kwangli, einnig þekktur sem Davíð Viðarsson. Umfjöllunin var yfirgripsmikil og vönduð og byggði á mikilli heimildavinnu, meðal annars með viðtölum, myndefni og gagnagreiningu. Umfjöllunin varpaði ljósi á ýmsar skuggahliðar íslensk vinnumarkaðar, en Kwangli og samstarfsmenn hans sæta enn rannsókn lögreglu. Og þetta vonandi réttur verðlaunagripur, annars verður mann bara skipta á eftir. Og verðlaunin fyrir rannsóknarblaðamennsku ársins 2024 Sunna Ósk Logadóttir og Bjartmar Oddur Þeyr Alexandersson heimildinni fyrir fréttaskýringu Running Tide. Mér finnst blaðamenn almennt tjá sig allt mikið, þannig að ég ætla ekki að gera það ekki sérstaklega. Það ekki að vera að því núna. En þetta var svolítið áhugavert samstarf, við erum alin upp á
sikkorum fjölmiðlunum, sikkur áttinni, DFF, mogginn, en þetta einhvern veginn gekk óslega vel. Já. Bjartmar talaði mjög mikið allan tímann. Já, það er því miður. Og mikið kannski. Og ég held að maður nennar að vera svolítið hræddur á tímabili. En nei, bara þakka fyrir heimildir fyrir að leyfa okkur að fara í þessa vinnu. Það var mikil vinna og jú, eins og ég segi, ég tala kannski aðeins um mikil stundum. En þetta er afskaplega mikið að vinna og við erum á þau tímabili að við erum að reyna að finna lausnir á gríðarlegu erfiðu vandamáli sem að heimili stendur fyrir og það var svolítið mikið að segja hlutinni sem gerðir rétt en ekki eins og við fjöllum til að þakka einhverjum þakka Helga Seljan fyrir að vera staðið með okkur í þessu rugli líka. Já, Ritstjórinn okkar á þeim tíma hann þurfti að þola ansi mikið líka af okkar svona umræðum mínum fyrir ekki ég held að við erum saman í þessu og líka ritstjórinn Ingibjörgu á heimildinni Jón Trausta og öllu því frábæra samstarfsfólki sem við höfum og Þórði Snæ Júlíusinni og öllum þannig viltu nefna einhver fleiri nafn eða Aðarsteinn eða eitthvað svona viljum við geyma hann. Mjög fínt, ég sagði ykkur, hann talar ógeðslega mikið. Já. En bara enn og aftur. Það var mjög gott. Já, takk fyrir okkur. Já, takk. Ég veit ekki hvað ég að gera. Þú fara að gera eitthvað. Nei, bara... Ok. Komið sæl, við óskum ykkur öllum til hamingju. Ég á að veita verðlaun fyrir viðtal ársins 2024 og ég ætla að biðja þau sem eru tilnefnd að koma hér upp á svið. Það er Erla Hlynsdóttir heimildinni fyrir viðtal við Agnesi M. Sigurðardóttur, fyrrverandi biskup Íslands. Og ég ætla að lesa umsögn dómnefndar það viðtal. Hún er fyrsti kvenbiskup landsins en miklar deilur voru stöðu hennar síðustu árin í embætti. Blaðamaður nær trausti viðmælandans sem opnar sig í fyrsta sinn þá skömm og niðurlægingu sem hún upplifði eftir að óvissa komu upp lögmæti embættisgjörða hennar. Blaðamanni tekst þannig að sýna deilur innan þjóðkirkjunnar í nýju ljósi í gegnum sögu biskups. Til hamingju. Þá ætla ég að biðja Evu Björk Benediktsdóttur frá RÚV fyrir að koma upp á svið. Hún er tilnefnd fyrir viðtal við Hafdísi Báru Óskarsdóttur sem var fyrir lífshættulegri líkamsárás af hendi barnsföður síns og fyrrverandi sambýlismanns og þetta er umsögn dómnefndar. Viðmælandinn lýsi því hvernig lögregla brást henni í aðdraganda árásarinnar en maðurinn hefur nú verið ákærður fyrir tilraun til manndráps og fleiri brot. Viðmælandi dregur ekkert undan svo úrverður sláandi frásögn auk þess sem blaðamaður nýtir sjónvarpsmiðilinn á áhrifaríkan hátt. Til hamingju. Og þá vil ég bjóða Kolbeini Tuma Daðarsyni hjá Fréttastofu Stöðvar 2 og Vísi og Bylgjunar kom upp á svið. Hann er tilnefndur fyrir viðtal við Davíð Viðarsson. Og umsögn dómnefndar það viðtal án óþarfa málalenginga er sögu hins upprunalega Davíðs Viðarssonar gerð skil. Aðstæður hans og samskipti við Quang Li eru harmrænar og blaðamaðurinn nálgast viðmælandana virðingu og nærgætni leið og hann gerir flókna sögu skýra og spennandi. Viðtalið er knappt en engu að síður eitt hið eftirminnilegasta frá árinu enda óvæntur vinkill á stórt fréttamál. Til hamingju, Kolbeinn. Og verðlaun fyrir viðtal ársins 2024 hlýtur Eva Björk Benediktsdóttir. Takk
fyrir kærlega. Ég ætla voðalega lítið að segja hérna, en ég ætla nú samt að þakka bara auðvitað mínum yfirmönnum og þeim sem að unni þetta með mér, tökumönnunum og Skúli sem að klippt þetta, hann gerði þetta bíói og hérna Hafdísi Báru sem að ég var í sambandi við í marga mánuði. Áður en við gerum þetta viðtal og það var mikið traust í báðar áttir hjá okkur og ég held að það vilja skila sér. Hún mjög hugrökk að segja frá þessu. Já, bara takk fyrir. Sælveriði, það fellur í minn hlut að fjalla umfjöllun ársins. Ég þarf kannski að stilla þetta eitthvað aðeins. Það lefum eins og bara svo. Fyrsta tilnefning sem ég les upp. Berghildur Erla Bernharðsdóttir, fréttastöðu Stöðvar 2 Vísis og Bylgjunnar fyrir sjónvarpsþáttaröðina Vistheimilið. Rannsóknarvinna blaðamannsins skín í gegn í ítarlegum og vönduðum þáttum þar sem viðmælendur stíga fram og ræða þungbæra lífsreynslu, margir hverjir í fyrsta sinn. Fjölmargar aðrar heimildir eru dregnar fram og settar í samhengi. Umfjöllunarefnið erfitt að gera myndri en skil, en það leyst á bæði hugmyndaríkan og áhrifamikinn hátt. Næst á blaði Guðrún Hulda Pálsdóttir, Bændablaðinu, fyrir umfjöllun einokun á íslensku markaði með koltvísýring sem nauðsynlegur til ylræktar. Rökstuðningur dómnefndar fyrir tilkynningunni svo: umfjöllunin varpar ljósi á það hvernig einokun hefur hamlandi áhrif á ylrækt á Íslandi og hvernig markaðsráðandi fyrirtæki hefur notfært sér aðstöðu sína á vafasaman hátt. Umfjöllunin vel framsett og skrifið á þekkingu tiltölulega sérhæft málefni með skírskotun í umræðu og fæðuöryggi á Íslandi. Og mér vissulega uppálagt að lesa eingöngu það sem stendur á blaðinu, en ef mér skjáttlast ekki þá þetta held ég fyrsta tilnefningin sem Bændablaðið hlýtur og mér finnst að við ættum að gefa því sérstakt hvar. Að lokum það Pétur Magnússon, RÚV, fyrir útvarpsþáttaröðina Skaði. Mál Árna Tómasar Ragnarssonar læknis hér skoðað frá öllum hliðum og útvarpsmiðillinn nýttur til hins ítrasta. Þættirnir varpa ljósi á ópíóðafaraldurinn á Íslandi og það úrræðaleysi sem blasir við þeim sem glíma við slíka fíkn. Í þáttunum viðtölum við Árna Tómas, skjólstæðinga hans, aðstendendur, sérfræðinga og embættismenn flétta listilega saman svo úrverðu heilstæð og djúp en jafnframt lausna með frásögn af fólki sem samfélagið hefur ítrekað brugðist en svo sem ítarlega líka. Það farið. Það var svo sem ekkert eftir nema að tilkynna vinningshafan, en verðlaunin fyrir umfjöllun ársins 2024 hlýtur að mati dómnefndar Berghildur Erla Bernharðsdóttir, fréttastöðu Stöðvar 2 Vísis og Bylgjunnar fyrir sjónvarpsþáttaröðina Vistheimilið. Pontan þín núna. Takk kærlega. Heyrðu, vá hvað ég glöð. Heyrðu, ég var nefnilega bara til öryggis að var ég búin að skrifa ræðu. Af því að ég vissi ég myndi komast í svo mikið uppnám að ég myndi vinna, ég myndi ekki muna neitt, sko. Þannig ég þarf aðeins bara, ég skal vera fljót, sko, því að þetta var nefnilega svo mikið vesen, sko, að gera þessa þætti, að ég þarf að reyna að muna eftir öllum. Þannig ég ætla bara að lesa hérna bara stutt og ég veit að ég á ekki að vera löng, en bara kæra dómnefnd og Blaðamannafélag Íslands, kæra þakkir. Smá vandræðilegt, jæja.
fyrir þessa frábæra viðurkenningu sem ekki bara fyrir mig, heldur líka allt þetta hugrekka fólk sem steig fram í þáttunum í vistheimilin og sagði frá veru sinni sem börn eða starfsfólk á slíkum heimilum og afleiðingum þessara veru. Sumt af þessu fólki ennþá að berjast fyrir réttlæti, öllum þessum árum síðar. Það eru nokkrar ástæður fyrir að ég valdi að rannsaka og fjalla vistheimili. Í fyrsta lagi fannst mér mjög nauðsynlegt að miðla sögum þeirra sem urðu fyrir illri meðferð sem börn á slíkum heimilum. Við þurfum að heyra þessar sögur til að geta lært að mistökum fortíðar. Auðvitað erum við búin að gera fullt sem samfélag síðan að til dæmis Breiðavíkurmáli kom upp, en við erum það ennþá ýmislegt sem við þurfum að laga og það ýmislegt ennþá sem að þarf að draga fram í dagsljósið. Þetta eru sögur sem við verðum að læra af. Við þurfum að vita hvaðan erum við að koma svo við vitum hvert best að stefna. Og hvað á að forðast? Hvað best að gera svona mistök fortíðar gerist ekki aftur? Og það svo skrítið að við höldum stundum að við séum komin á einhvern stað og svo bara gerist Trump. Þið vitið, maður veit aldrei hvað gerist. En ég var ekki ein í þessum leiðangri og mér langar að þakka sérstaklega Erlu Gunnarsdóttur, fréttastjóra Stöðvar 2, sem gaf mér svigrúm til þess að fara í þessa þáttagerð og reyndar allir fréttastofunni sem hjálpaði mér meira eða minna, pródusentar, tökumenn, fréttamenn. Það komust nánast allir tökumenn fréttastofunar, tóku þátt í þessu verkefni, meðal annars Bjarni sem stendur þarna með myndavélina. Mér langar að þakka sérstaklega Ómari Daða Kristjánssyni klippara og Helgu Hauks pródusent fyrir frábær samstarf og endalausa þolinmæði í svona vinnu. Evu Georgs fyrrverandi dagskrárstjóra Stöðvar 2 og svo Þórhalli Gunnarsinni sem að keypti hugmyndina í upphafi, afsakið hvað þetta langt. Og svo langar mig að þakka sérstaklega manninu mínum og strákunum mínum, þau voru til dæmis að keyra viðmælendur og einmitt þurft að þola endalaust tal mitt þessa þætti og allt sem var að gerast og þetta var bara þolinmæðisvinna hjá fjölskyldunni líka. En bara takk fyrir mig og bara yes! Jæja, þá fer formaður dómnefndar að koma aftur upp og veita blaðamannaverðlaun ársins 2024. Og fyrsta sem að ég les upp, Auður Jónsdóttir Heimildinni fyrir fjölbreytt viðtöl og umfjallanir. Gjörðu svo vel. Rökstuðningur dómnefndar eftirfarandi. Auður sérstök rödd í íslenskri blaðamennsku, frjór menningarblaðamaður sem býður oft upp á óvænt og öðruvísi sjónarhorn og hefur fjallað mikið tjáningarfrelsið. Samþætting menningar og tjáningarfrelsis kristallaðist vel í viðtali hennar við Kristinn Hrafnsson mál Julian Assange skömmu áður en sá síðarnefndi var látin laus, sem og í viðtali við rithöfundinn Salman Rushdie sem var nánast eins og sjálfstætt listaverk. Til hamingju. Og þá það Freyr Gíja Gunnarsson RÚV fyrir fréttaskýringar í Speglinum. Rökstuðningur dómnefndar. Freyr hefur sýnt einstaka þrautseigju í að krefja stjórnvöld svör í ýmsum stórum fréttamálum og ítrekkaði nýtt upplýsingarétt almennings til að draga nýjar upplýsingar fram í dagsljósið og setja þær í samhengi. Kjarnaðist þetta einna helst í umfjöllun Freyrs samskipti ráðamanna í aðdraganda þess að brottflutningi Yassam Tamimi var slegið á frest, en málið var síðasti naglinn í kistu ríkisstjórnar Framsóknar, Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna. Og þá það Hólmfríður María Ragnhildardóttir, Morgunblaðinu og mbl.is fyrir umfjöllun skólakerfi í vanda.
Rökstuðningur dómnefndar, vönduð og ítarleg fréttaröð þar sem þekking Hólmfríðar á efninu og sérhæfing skín í gegn. Hún nálgaðist málefnið frá mörgum hliðum og ræddi við kennara og aðra sérfræðinga úr menntakerfinu, auk þess að krefja stjórnvöldum svör, til dæmis varðandi hríðversnandi námsárangur grunnskólanemenda á Íslandi og nýtt námsmat. Umfjöllun Hólmfríðar setti menntamálin rækilega á dagskrá, til dæmis í þingkosningunum í nóvember og var bæði fræðandi og lausnamiðuð. Og blaðamannaverðlaunin árið 2024 hlýtur Freyr Gíja Gunnarsson. Ég var ekki búinn að skrifa ræðu. Ég held nú reyndar að þetta sé hálfgerður kost dauðans því að 3 síðustu sem hafa hlutað þessi blaðamannaverðlaun hafa allir ratað á launaskrá hjá stjórnmálaflokkum. Ég vil bara þakka mínum yfirmönnum kærlega fyrir það traust sem að ég hef fengið til þess að gera það sem að mér finnst skemmtilegast að gera. Og það í rauninni held ég að sé bara svona lykillinn að þessu, að við sem að vinnum í þessi stétt, að við njótum traust og við tölum líka við samstarfsfólkið okkar. Af því að þaðan fáum við líka alveg frábærar hugmyndir að góðri umfjöllun. En annars bara, takk kærlega. Við ætlum ekki að hafa þetta neitt, þessa dagskrá neitt mikið lengri að þessu sinni. Við ætlum að biðja ykkur að vera endilega lengur og spjalla saman og fá ykkur drykki á barnum og svo ótrúlega mikið af veitingum. Ég held að við getum verið hérna fram á 5. Já, allir verðlaunahafar og allir sem voru tilnefndir með komið í myndatöku hérna sem að við ætlum að græja 1 og 3. Og mér langar að þakka ykkur öllum fyrir komuna og vona að við höfum bara gaman. Hér hún Gunnþóra, vinkona okkar allra, Gunnþórun, vinkona okkar allra, kollegi, allra skemmt okkur með tónlist í kvöld. Takk fyrir og til hamingju með þetta allir sem eitt.